Ágætu gesti, ég þakka fyrir að fá að spjalla við ykkur í dag ferðaþjónustuna. Eins og hér hefur komið fram að þá stendur við líka fótum í heilbrigðiskerfinu og heilbrigðisklasunum eins og mætti segja. Ég held að það sem við höfum kynnst hér í dag einmitt það sem framkomi í máli herra Mayers. Við sáum einmitt í erindi Þórs og munum væntanlega sjá hérna í erindi Þóru og eftir hjá íslenska jarðvarmaklasanum að það þetta mikilvægi cluster management. Vegna þess að þó að við Björn séum báðir miklir áhugamenn heilbrigðisklasan að þá er ljóst að þar mikið verk óunnið til þess að kortleggja klasan og að skapa honum einhvers konar vettvangs þar sem að einhver aðili sér það og vinnur þá vinnu sem að til dæmis að við höfum séð hér í unna af hálfu Þórs Sigfússonar í sambandi við sjávarútvegsklasann sem þetta alveg frábær vinna og stórkostlega merkileg að mínu mati. En hvað það, ég held að þessi stuttakynning mín, hún svona kannski rétt svona á milli þess sem að við kynntumst hjá Þór og síðan hjá Birni að það má kannski segja að ferðaþjónustan hafi unnið eftir klasa hugmyndafræðinni löngu áður en nokkuð fór að tala klasa og það raunverulega það sem að hefur hjálpað ferðaþjónustinni að ná að þróast einmitt klasahugsunin og samstarf en þó samkeppni. Nú, Bláa lónið, við erum hluti af íslenska jarðvarmaklasanum. Við erum auðvitað afsprengi jarðvarmavinnslu eins og þið þekkið og við stöndum fótum í ferðaþjónustu, við stöndum fótum í heilbrigðisþjónustu og við stöndum fótum í framleiðslu og snyrtivörum og þar af leiðandi hefum getað verið í klasa með þeim sumum þeirra fyrirtækja sem að Þór nefndi sem að hann reif hér upp poka með vöru sýnisotnum af. En eins og ég kom inn á að þá hefur ferðaþjónustan nýtt klasahugtakið sér til framdráttar árabil og það hefur verið viðhorf okkar í greininni að samstarf með samkeppni að það virkaði vel. Hér sjáu þið nokkur dæmi klasasamstarf í ferðaþjónustu. Þar kannski ber hæst nefna Inspired by Iceland sem raunverulega klasasamstarf á landsvísu, svo mætti segja. Iceland Natural annað verkefni. All Senses Woken svæðisbundið verkefni á Vesturlandi. Iceland of Health og Grindavík Experience og ég ætla aðeins að renna stuttlega í gegnum þessi dæmi sem að gefa tilfinningu fyrir því hvað við erum að gera í þessum efnum. Nú þið þekkja Inspired by Iceland, það var tilkomið vegna gossins í Eyjafjallajökli á sínum tíma og miklar hindranir í flugsamgöngum, öllu verulegum búsifum í ferðaþjónustunni og markmið átaksins var að draga úr neikvæðum áhrifum eldgossins á markaði og þarna tóku saman höndum fyrirtæki ferðaþjónustu og stjórnvöld til að bregðast við þessum aðstæðum og eins og þið þekkið að þá raunverulega eins og ég nefndi áður að þá tók þjóðin öll þátt í þessu verkefni og þann 3. júní 2010 þá sendu Íslendingar fólki allan heim myndband með skilaboðum að aldrei hefði verið betri tími til að heimsækja Ísland og tölur sem að menn hafa aflað sér hvað varðar árangur af þessu átaki var að við lok þess dags hafði verið send 1,5 milljón skilaboða með tölvupósti og af vefsíðunni Inspired by Iceland og 5 milljónir Twitter skilaboða hefði verið sendar til fólks utan Íslands.
og hérna nú sjáum við mynd af svona þá tilfinningu sem reynt var að skapa af Íslandi. Nú annað verkefni sem ég ætla að segja ykkur frá, það einmitt svona svæðisbundi verkefni ferðaþjónustufyrirtækja og hagsmunaaðila í kringum Grindavík, og það heitir kallað Grindavík Experience, og þessi klasi tiltölulega ný til komin, og fyrirtækin á svæðinu hafa samanist það að taka þátt í kynningum sameiginlega og reyna að miðla þekkingu og reynslu sín á milli. Eins og ég þekki að Grindavík sjávarútvegsbær og menn hafa einmitt nýtt þá sérstöðu einmitt í ferðaþjónustunni og reynt að draga fram hvað það áhugavert að heimsækja Grindavík sem einmitt fiskibæ. Og þarna eru 14 fyrirtæki auk sveitarfélagsins Grindavíkurbæjar, og þetta fjölbreytt flóra af afþreyingarfyrirtækjum og gistiheimilum, veitingastöðum, og svo að sjálfsögðu Bláa lónið þarna á meðal. Og þessi klasahugsun auðvitað felur í sér það að þessi tiltölulega smáu fyrirtæki í samanburði við okkur eru að skapa okkur ný viðskipti, og við erum líka að skapa þeim viðskipti, og menn sjá klárlega ávinning af þessu samstarfi þó að aðilar séu í samkeppni. Nú annað að Björn kom aðeins inn á þetta með einhvers konar heilsu og wellness klasa, og við höfum raunverulega þegar formað eða skapað slíkan klasa með samtökum heilsuferðaþjónustu sem að hafa sérstaklega á sinni stefnuskrá að kynna Ísland sem heilsuland, og þarna eru allir helstu hagsmunaaðilar á sviði heilsuvellíðunar, og þetta var einmitt stutt að iðnaðarráðuneytinu þar sem að kom ákveðið frumkvæði þar af hálfu ráðherrans Katrínar Júlíusdóttur, sem að sýndi þessu mikinn áhuga. Þannig að þetta varð afraksturinn, og á þessum vettvangi eru þessir aðilar að starfa. Þannig að í sjálfum sér eru dæmin beint fyrir framan augun á manni. Maður kannski veltir þess ekki alltaf fyrir sér að þarna sé raunverulega klasasamstarf að ræða. Nú raunum við koma aðeins inn á einmitt þátt stjórnvalda og opinbera, hvað getum við sagt, opinbert frumkvæði, og þar auðvitað höfum við einmitt hagvöxt á heimaslóð, og við þekkjum það aðeins suður með sjó og vaxtarsamningin þar, og þar er kannski aðeins eins og menn reddu top-down nálgun, en það er líka hinu góða, og þetta hjálpar hvað öðru. Nú, Iceland Naturally líka áhugavert verkefni sem að Bláa lónið hefur tekið þátt í fjöldamörg ár, og eins og ég segi, þegar við hófum að taka þátt í því verkefni þá hafði ég aldrei heyrt á klasa minnst, þannig að þetta er alveg típiskur klasi þar sem menn eru að sameinast markaðssamstarf í Bandaríkjunum, og þarna eru 14 fyrirtæki á ýmsum sviðum sem hafa það að sameiginlegu markmiði að efla markaðshlutdeild sína í Bandaríkjunum, og þarna hefur auðvitað má segja að utanríkisráðuneytið og viðskiptafulltrúinn í New York voru framan af þessir samstarfsaðilar, en svo ég gleymi ekki að nefna það að Íslandsstofa hefur komið sterkt inn, og stofnun hennar hefur verið mjög jákvætt skref fyrir ferðaþjónustuna í tengslum við það að þar höfum við getað sameina krafta í mörgum verkefnum, og meðal annars líka núna nýverið í Ísland allt árið, sem er markaðsverkefni að hvetja til ferðamennsku á Íslandi utan háannar. Þannig að þar er svona ákveðin samnefnari komin, en það má reynda að gera aðeins betur í sambandi við sérstaklega kortlagninguna og stjórnunina. Þannig að mínu mati þá held ég að ávinningur af klasasamstarfi er augljós í ferðaþjónustunni. Ferðaþjónustan er nú þegar að nýta þessa aðferðafræði með góðum árangri, og ég tel að með einmitt frumkvöðlastarfi Hákons og síðan Þórs
og með þeirri vinnu sem þeir hafa unnið og sýnt hvernig hægt að með þekkingu á eðli klasa og með öflugri stjórnun þá held ég að þarna séu raunverulega ennþá mjög miklir möguleikar fyrir okkar ört vaxandi atvinnugrein ferðaþjónustuna. Takk.